Þeir eru ekki margir fallir á götunni, það að segja transamar hér á Suðurnesjum. En þessi er 1979 módelið í svona 2020 búningi. Önundur Jónasson, Öddi. Yes. Segðu okkur aðeins frá þessu ævintýri. Við hlerum það að þú væri búinn að vera í allmörg ár inn í bílskúr að alltaf því að byggja þennan bíl bara. Já. Allavega endur byggja þennan gæsalappa. Akkurat. Segðu okkur aðeins frá þessu. Hvernig byrjaði þetta? Hvernig byrjaði þetta? Já. Ég fór reyndar fyrsta rúndina af þessum bíl 1997. Það átti frændi minn hann sem að flutta hann inn 96. Og síðan þetta er bílinn Jóappi 97 og var bara inn í skúr þar. Í raun og veru og síðan var eitthvað svona grúskað í honum og menn ætlaði að fara að gera hann upp og þannig að ég allavega sem sagt enda með hann í höndanum 2014 og byrja síðan á þessu bara að byrja svona á þessu bara þessum riðbætingum og öllu var miklar pælingar svona í upphafi hvar maður ætti að byrja. En já, áramótin 2014-15 þá byrjaði ég á svona riðbætingum og síðan var ég að dunda mér við þetta svona alveg þangað til núna í sumar þegar ég sett hann á götuna. Já. Þess að þetta búið að vera, þetta voru svona tæp 6 ár. Já. Og það maður getur ímyndað sér að það eitthvað af 1000 klukkustunda sem að liggja að baki slíkri vinnu. Já, ég reyndar ég ákvaða að skrá enga klukkutíma niður í þetta sko, bara til þess að enginn myndi vita hvað væru margir. En þetta er alveg, þetta eru fleiri þúsundir eða tugir þúsunda, jafnvel hundruði sem að fara í þetta. Þetta er rosalega mikil, svona margt svona seinlegt og margt sem maður er að föndra sem að enginn sér nokkuð tíman, eitthvað staðar inn í einhverju og verður í raun og veru bara eitthvað sem að ég veit af, það er alveg eins og nýtt. En ég tók bílinn skrúfu fyrir skrúfu, það var ekki ein skrúfa í hvorki boddíunni, grindinni, það var allt saman aðskilið. Það var ekki einn bolti sem að hékk saman á neinu þegar ég byrjaði. Og boddíið var tekið allt, það var sandblásið eftir að ég riðbætti það. Og sama með grindina, hún var tekin, sandblásið, synkuð, svo máluð og sama með boddíið, það var sandblásið í epoxyhúða og svo grunnað og svo koll á kolli. En það er bara svona kannski það sem að fólki sér. En síðan er allt hitt, eins og til dæmis undir honum. Svona undir bílnum vil ég meina að það sé fallegra heldur en ofan á honum sko. Eins og ef það sæist undir hann, það er allt bara í raun og veru bara eins og er á ytrabyrðinu sko. Eins og það er. Já, ég lagði mjög mikla vinnu og svona metnaði það að ég sjálfur vissi að allt sem að væri í honum, að það væri í lagi. Og ég var ekki með neinar efasemtur neitt. En ok, það er hægt að spyrja þig mikið út í þetta, en þetta er til dæmis bíl sem ég man eftir mig þegar ég var 17 ára á götum Keflavíkur, þá var þetta einn heitasti bíl hérna á svæðinu. Svona bílar, Transam, þeir voru ekki margir. Þannig að maður man alveg eftir þessu, þannig að maður fær alveg svona days of view. En hvað svona, þó að þetta sé ekki þátturinn kíkt í skúrinn, þá segðu okkur samt aðeins, hvað eru að tala um, þú keyptir nýja vél eða hvað segðu okkur á vélinni? Sko, í raun og veru allur undirvagninn, hann er sem sagt bara endursmíðaður, sem sagt þannig að séu sem sagt aksturseiginleikar á við bara nútíma bíl í honum, bæði sem sagt fjöðrunarkerfið. Ég sett smíðað undir hans svona coilover fjörunarkerfi þar sem hann er komið þá að gorma og dempar allar hringinn og ekki lengur á fjöðrum að aftan og saman með bremsukerfi, það er ekki nú að komast rætt áfram heldur maður þarf að vera nokkuð snöggur að stoppa líka. Eins og það er bremsukerfi undan Corvette C5 undir honum og stýrið, þar breytti ég í gírunum á stýrinu þannig að þú þurfir að snúa færri hringi heldur en venjulega til þess að þessi gömlu bílar voru alltaf, þeir voru svona svolítið sófasett og svona svifaseinir og þurftur að snúa hann annars bara í minni snerpa í því. Eins og ég ákvað að breyta því öllu og gerði það svona bara eins og ég hélt að myndi virka og reyndar síðan bara er raunin að það er allt saman bara eins og ég hafði ímyndað mér. En síðan skipti ég sem sagt mótorinn með að setja í hann LS3 mótor sem er 600 hestafla mótor og stærri skiptingu þá líka til þess að geta tekið við því og þegar ég var búinn að gera það þá þurfti ég líka að skipta afturhásingu. Það er svona að þetta kallar allt á hvort annað. Eins og ég endaði með því að þurfa að skipta í raun og veru út öllu kraminu, bæði maður byrjar á einu stað
og jafnvel maður sér það ekki alveg fyrir þegar maður byrjar. Þess að þetta svona vindur aðeins upp á sig. 600 hestöfl, hvað ertu fljótur í 100? Ég veit það bara ekki. Nei. Þú ert allan fljótur. Já. Ég er rosalega fljótur upp í 50. Ég er bara búinn að vera að keyra svona nánast innabæðar. Þess að ég hef ekki ennþá mátt fara á 100. Nei. Þegar ég fer einhvern tímann. Þannig að þú ert ekkert búinn að fara með hann á kvartímiljubrautin eða þannig? Nei, hann hefur ekki segið, þetta er meira svona bara ísrúndari bara þegar það er gott veður og þá fer maður og fær sér. Ford bílaklúbsrúndurinn að ljósanótt. Já, eiginlega þannig, sko. Bara í góðu veðri og... Já. En bara svo ég spurði svona aðeins meira út í bílinn, veist, þú náttúrulega látið heilmálan og hvað með það sem er inn í honum, sæti og eitthvað svona mælaborð. Akkurat, þetta var þetta er raun og verið allt annarkvort sem sagt bara uppgert. Ég reyndar þess að tók mælaborðið bara sjálfur, það var allt svona sprungið búið að vera úti í sólinni í Kaliforníu í mörg ár. Já. Og var svoleiðis í raun og verið þegar bíllinn er innfluttur, það var það allt saman sprungið. Eins og ég tók það og lagaði það til bara og gerði það eins og nýtt og sama eins og með alla mæla til dæmis í mælaborðinu. Að ég endaði með því að þurfa að skipta þá líka út að ég var kominn með nýja vél og þá þurfti ég að fara í digital mæla til þess að þeir getu talað við vélina þegar maður fari í eitthvað svona æfingar sem ég var ekki alveg, mér fannst ekki verið jafn fínt. Og síðan með innréttinguna, að þetta er sem sagt innrétting úr afmælisútgáfa Transam sem kemur seinna heldur en þessi og þetta voru náttúrulega bara svona pluss-sæti þegar ég fæði. En ég endaði með því sem sagt að ég hafði samband við, ég var ekki að finna neitt hérna heima sem að gat sem sagt gert þetta á svona skynsamlegu verði að bólstra sæti fyrir mig, eins og ég endaði með því að tala við kínverska konu sem býr í Bandaríkjunum og er með stórt fyrirtæki og er að taka þetta að sér og er svona þeir sem horta á mikið af þessum uppgerða þáttum í amerísku sjónvarpi að þá er hún rosalega vinsæl í þessum svona gömlu bílum. En ég sem sagt tók áklæðin bara utan á sætunum, sendi henni þau. Hún saumaði þau fyrir mig, ég var reyndar með svona smá efasemdir, þetta var alltaf að taka svo langa tíma og lítið svör. En síðan allt í einu bara fékk ég pakka sendan heim og á mjög skemmtileg sending. Og allt stóð bara og síðan dundaði ég mig við það sjálfur að laga til svampinn og koma síðan áklæðinum á aftur og hefta þetta saman og græja það að gera. Hvað með veist, eitt af því sem maður svona sem pegi, veist, það var að vera með alvöru músík í bílunum og það hljómflutningstæki var talað í bílunum sko. Akkurat. Hvernig leistur þú það? Sko það er engin hljómflutningstæki í þessum bíl en það er sem sagt Bluetooth bara magnari sem er bara með Bluetooth mótorkara innbyggðum eins og þetta er þá í raun og veru bara tengt í gegnum símann og síðan bara hlusta þú annarkvort á útvarpið eða Spotify eða hvað sem þú vilt hlusta í símanum. En síðan er náttúrulega það er nauðsynlegt að vera með góðar græjur í þessum bíl og þessi bíl er náttúrulega hann er frekar hávær og það heyrir svolítið háað í honum. Eins og maður má ekkert vera að keyra mjög hratt ef maður ætlar að hlusta á tónlist. Nei. Eða ekki á mikilli gjöf. Þú voru að setja í eyrun. Akkurat. Ég hef sem sagt ákvað svona lookið á honum. Ég ákvað sem sagt að fara í svona, þetta kallast svona shaved look. Og þá er ég búinn að taka allt svona sem stendur út úr bodyinu. Þá breytti ég bæði, sem sagt ég tók hurðarhúnina af og er það bara með litla mótora inn í sem að opna hurðina. Og þá opnaði ég bara með fjastýringunni. Og opnast hún bara svona, poppar hún bara út. Og sama með svona nokkra svona minni hluti sem að ég svona vildi gera bara svona mínu, þú veist að til dæmis koma, þú veist, til þess að ná svona þessu shaved looki þá ákvað ég að taka líka vindskópunum á brettanum. Það sem að kemur sem sagt venjulega eru þau alltaf svona hálflokuð og koma svona út úr bodyinu. Og svona fleiri svona litli hlutir sem að ég ákvað svona að modifæja til þess að hafa þá eins og ég vildi hafa þá. Þú ert með upp sem að tengjast eins og hlutum í bílum. Akkurat. Þannig að við erum verið að tala áður að útskýra það fyrir mér, þá erum við að tala að 1979 módeli, þetta er 2020 bíl. Já, þetta er miklu leyti. Já. Bara í svona búningi, ekki einu sinni búningi. Þetta er svona ytri línurnar, þær halda sér. Mér finnst þess að ég hef alltaf verið mjög hrifinn af Transamunum og það var bara svona
þess vegna sem að ég ákvað að taka þennan bíl og smíða hann. Og ég vildi halda svona ytri línum á honum. Ég vildi ekki að fara í einhverjar mikla breytingar. Það mér finnst þetta rosalega bara fallegt body. Sem það er. Og geggjað. Og sama eins og til dæmis ég setti, þannig mínitöpaður aftan til þess að ég kæmi undir hann stærri og breiðari dekkjum, án þess að dekkin fara að standa út fyrir. Eða þyrfti að fara að setja einhverja svona útvíkkanir á hann, sem að mér finnst ekki fallegt fyrir mig. Og það ég vildi halda þessu ytra lúkki. Það er rosalega viðeigandi alltaf að spila bara country í þessum bíl. Það er annarkvort eitthvað old school eða country, sko. Þetta er bara tónlistinn. Síðan er ég náttúrulega með app líka sem að stýri skiptingunni. Stýri skiptingunni, já? Já, hvernig hún... Já, raun og veru bara hvernig skiptingi vinnur, hvernig... Sjálfskipting, hvenær skiptir sér snemma, og sem sagt hvort að hann sé að skipta sér hart eða mjúkt, sem sagt, og eftir því hvort að þú sért á lítilli gjöf eða á meiri gjöf. Eins og það er þetta að stýra þessu öllu svona kannski meira heldur en í venjulegum bíl. En þetta er það var svona líka svona hugsunin hjá mér að út að ég var að gera þetta náttúrulega bara kannski í fyrsta skipti sem ég er að taka þetta svona alveg frá A til Ö. Og ef ég væri ekki að hitta alveg í mark, þá gæti maður alltaf tekið eitthvað svona smá tvík og tvíka til Ef við ekki opna hérna og sýna mér herlegheitin. Já, tekur þau pinnana út? Já, síðan er þetta bara svona pinnalæsingar, sko. Þetta er eiginlega bara, mér finnst þetta betra upp að þú veist, þessi húdd voru alltaf svona svolítið svona lifandi. Það er náttúrulega svo mikil fleki. Já, þetta er bara létt. Já, þetta er ekki 1979. Nei. Allavega er hún mjög hrein. Þetta er sem sagt bara 2018 mótilið af LS3 mótor. Sem ég lét smíða fyrir mig út í Bandaríkjunum, í Georgia, annar tilteki. Og þetta er bara aðili sem að stundar þetta, þú veist, hann er bara pró í því sem hann er að gera. Og það er svona, sem sagt bæði mótorinn og síðan er náttúrulega til þess að fá almennilega bremsur, þá er líka, þú veist, eins og hérna er sem sagt bremsu unity, þá er komnar í hann svona hydraulic bremsur sem að gera það verkum að þú ert alltaf með eins bremsur þó að sama á hvaða snúning mótorinn er en þessi gömlu bílar þeir þurft alltaf að vera á svona svolítið háum snúning til þess að geta eða vera með eitthvað afl í bremsunum. En þú hlýtur að eiga mjög skilningsríka konu. Já. Ef það eru 6-7 ár sem að liggja baki þessari vinnu og þú ert ekki í golfi og ekki í hestamennsku. Akkurát. Nei, ég hugsa ef ég væri í golfi reyndar, þá hef ég enga tíma haft fyrir þetta, sko. Ég er rosalega heppinn með konu, þú veist að kona mín, hún er búin að vera bara, virkilega skilningsrík bæði að það að ég þurfa að fylla ferðartöskuna þegar við erum að koma heim frá Ameríku að einhverju dóti og eins líka bara, öll kvöld og allar helgar að þau séu út í skúr. Ertu búin að eyða mörgum milljónum í það? Já. Bara, ég ætla ekki að spyrja þig hversu margar. Ég þóttist alveg vita það. Þannig að þú hefðir svona hér getað keypt þér nýja bíl. Ég hugsaði að það verið ódýrara fyrir maður að kaupa með nýjan bíl. Ef ég myndi, tala nú ekki um að ég myndi reikna vinnuna mína með. Já, akkurat. En það er ekki heila málið í þessu náttúrulega. Þetta er partur að náttúrulega upplifa að gera þetta sjálfur og svona. Það hlýtur að vera mikil ánægja bak við það. Mjög, sem sagt, helmingurinn er sem sagt bara, mér finnst mjög gaman, þú veist, að vera út í skúr og dunda við þetta, þú veist, og sjá þetta, þú veist, jafnvel þó að ég sé að föndra við eitthvað, þú veist, og ég á fullt af vinum sem kom alltaf í skúrinn, sko, kíkja reglulega og jafnvel í einhverja, þú veist, mánuði, þá sáu þeir bara ekkert gerast, bara það er ekkert að gerast. Ég var búinn að vera að föndra helling á kvöldin, þú veist, bara, og enginn sá hvað ég var að gera, þú veist, bara alls konar svona litlu hlutir, síðan þegar maður gerir stóru hlutina, þú veist, þegar vélinn fyrir ofan í, það sjá allt í enn allir, sko. En síðan, þú veist, að tengja allt og koma öllu fyrir. Ég lagði til dæmis svona mikla vinnu í það að reyna að fá þetta allt saman svona clean look, að vera ekki með, þú veist, vera ekki með of mikið af snúrum og vírum og svona einhverju lausu dóti hér og þar. Það er svolítið mikið pláss, finnst mér í. Er þessi vél öll nettari heldur en hún var í upphaflega bodyinu? Já, þetta er mjög nettur mótor. Þetta er mjög, þetta er
Þetta eru mjög mörg hestöfl í litlu boxi. Já. Þess að þau eru, það er alveg virkilega, það er virkilega mikið pláss í þessu húddi náttúrulega bara alltaf. Þú veist, þetta er svo rosalega breitt og bíllinn og húddi langt líka. Þess að þetta er allt svona miklu aðgengilegra og síðan náttúrulega á nýrri bílum þá er náttúrulega komið svo mikið af plastklífum bara yfir allt. Á meðan hér eru bara engar plastklífar. Og það gefur líka svona auka pláss.